Það gert mættur í U21 verkefni, kannski að við byrjum bara aðeins út í Noregi á þér. Það gengur vel. Já, þetta búið að vera mjög flott og skemmtilega viku framöndan og búin að gera hrikalega vel í deildinni og í Evrópu, þannig að þetta lítur bara skemmtilega vel út. Alltaf gaman undir Freysa? Já, helviti gott. Hann búin að ná mér á styrka aftur, þannig að ég get þakkað honum mikið fyrir. Og einmitt Sævar Atli líka með þér, ánægilegt að vera með hann? Já, hann frábær og við erum góðir saman og hann að gera hrikalega vel og hann á heldur betur skila sem hann að fá núna, að vera í landsliðinu og svona. Bara svona spilamennska þín, þú hlýtur að vera ánægð með hana úti í Noregi? Já, heldur betur. Þetta búið að vera drullu gott og búin að spila mjög vel. Komin svona aftur sami Eggert Aron sem kannski fólk þekkir og bara, já, ég nota mín í botn og þetta búin að útlæga gaman. Bara svona, hvernig núna með U21, svona svolítið erfið byrjun á undankeppninni, en svona hvernig gott stig út í Sviss, ekki sant? Já, jú, síðustu gluggi var smá vonbrigði en sterkt stig núna í Sviss og bara mikið leikur á morgun með Lux og bara við stæðum á 3 stig, hörkulið reyndar en bara spilum vel að vinna við leikinn. Svona aðeins leikinn úti í Sviss, hvernig bara fannst það? Mjög sterkir varnarlega, gott spirit í liðinu, mikil vinnusemi og bara við stöndum vel saman. Sóknarleikun hefði kannski mátt vera aðeins betri en bara sterkt stig og við tökum 3 stig á morgun. Hvernig horfir á Luxemborg? Er Ísland líklegri eða svona fyrir það? Ég vil ekki bara segja það. Það er erfitt að segja í þessum U21 en ég tel okkur með mjög gott lið og við eigum bara mjög mikið inni en við ætlum bara að sýna morgun hversu góður við erum. Þannig markmiðið er einfalt? Það er einfalt. Svona aðeins bara út í stjörnuna í sumar. Hvernig var fyrir þig sem stjörnumann að horfa á þetta lið og í titilbaráttu? Bara mjög gaman sko. Bara það var náttúrulega marga góða vini í liðinu og bara geggjað að sjá að gera vel. Spila svona aðeins öðruvísi fótbolta en við erum kannski vanir en bara gaman að sjá það í þessari baráttu og bara góðar árangur. Þannig að liðið á réttri vegferð eða eitthvað? Já, ég held það bara. Það verður gaman að sjá Stjörnuna næsta tímabil hvernig styrkja liðið og svona en ég held að það sé bara góðu fílingur í Garðabænum. Takk hérlega. Takk fyrir.